Ég verð að segja það og viðurkenna að þessi bíll er dásamlegur í akstri. Hér erum við komið með nýjan bíl frá Brynborg sem heitir Polestar 3. Við erum búin að prófa Polestar 4 og Polestar 2. Þessi bíl er af Long Range Dual Motor Performance gerð og hann er 517 hestöfl, hann togar 910 Nm, hann er 4,7 sekúndur í 100 og dragnin á honum er örlítið minna heldur en á normalbílnum eða standardbílnum sem er ekki performance eða 561 km. A-bitarnir á honum þeir eru þykkir að innan en samt sem áður þá sér maður vel út bílinn og speglarnir eru þannig að þeir víkka að sjónsviðið. Útlitið á þessum bíl þá fellur hann algjörlega að mínu smekk. Mér finnst hann flottur og hérna er Polestar búin að vinna mjög mikið í loftmótstöðunni. Hér er komið spoiler sem hleypir lofti hérna yfir og svo aftan á þar er hann líka með spoiler sem að heldur honum loftflæðið á að halda bílnum niður í að aftan. Já, hérna er þetta er lykillinn af bílnum og hann verður að liggja hérna virðist vera í símaslottinu til þess að bílinn skynji hann. Ég er búinn að setja hérna í D, það er til þess að maður fari áfram og ég vil bara nefna það að allt er vænt sem vel er grænt. Ég er litblindur en mér var sagt að þetta væri gult. Það er ógeðslega flott að hafa svona gul öryggisbelti, sérstaklega ef maður er í dökkum litum í kannski rauðri úlpu eða eitthvað slíkt. En ok, við ökum á stað og hann lokar sér bílinn. Þá hurðarhúnarnir fara inn. Þetta er bara eins og maður svífi á skýi að aka þessum bíl. Það er rosalega gott að keyra. Það eru marga bílar sem er rosalega gott að keyra. Það er misjafnlega rosalega gott en þessi bíl er alveg sérlega skemmtilegur. Ég myndi segja það að svona á rafmagnsbíll að vera í akstri. Þessi bíll hérna, hann er af performance gerð eins og ég sagði á hann. Standardbíllinn, hann er 489 hestöfl, hann er með 840 Nm í togi, hann er 5 sekúndur í 100 en hann er með aðeins lengri dragni. Hann er með 628 km dragni á fullri hleðslu samkvæmt vaffelli í P-staðlinum. Og hér er hægt að hlaða bílinn. Sem sagt í hraðhleðslu þá er hann að taka alltaf 250 kW inn á sig í einu en í heimahleðslu þegar við erum með stöð heima þá getur hann tekið 11 kW inn á sig. Þú heyrir ekkert inn í bílinn. Ekki neitt, það er bara þögn hérna. Nema ég er að blara. Hitt er að auðvitað heyrir hann aðeins rúlla hérna á götunni. Ég meina göturnar hérna hjá okkur. Það eru nú ekki upp á marga fiska, margar hverjar. En þetta er alveg þokkaleg vegur hérna upp í Mosó sem ég er að aka. Mýktin í þessum bíl er líka alveg aðdáunarverð og það er það sem maður finnur að maður hérna er að fara yfir hraðahindrun núna og finnur ekki neitt. Það er loftbóðafjöðrun sem er dýnamísk í þessum bíl. Bíðið bara róleg, ég á eftir að setja hann í sportstillinguna. Hann er hrikalega aggressífur bara í normalstillingunni en þegar maður setur hann í sportstillinguna að þá getur vel verið að það ói ykkur í bílnum svona. Einhvern veginn svona. Og hér er myndavél sem að gefur alveg skýra sýn aftur fyrir bílinn. Það er rafdrifin afturhleri og hér erum við með ansi rúmgott farangursrými sem að er 585 lítrar og hér er síðan hægt að dýpka skott ef maður tæki þetta í burtu hérna og þá er skottið talsveit, það er hægt að geyma alls konar hluti hér ef að til dæmis verið að fara í ferðalag eða eitthvað slíkt. Annars er skottið rúmgott eins og það er. Hér er síðan hægt að þrýsta á þennan takka þá kemur dráttarkúla hérna niður úr bílnum, hún er rafdrifin og svo er hér síðan hægt að lækka bílinn ef að til dæmis er verið að hlaða í hann þannig að það sé ekki eins hátt að
lyfta farminum inn. Hún er svo jöfn, hröðun, og þægileg hröðun á bílnum. Það er ekki svona eins og að það sé verið að berja því í bakið. Það verður að segjast eins og að maður getur keyrt þennan bíl algjörlega áhyggjulaust. Og það er svo gaman að aka þessu vegna þess að hann er svo snarpur, hann liggur eins og sleggja á götunni. Ég veit bara ekki hvað er að finna að svona bíl. Mér finnst þeir hafa staðið sig rosalega vel í að búa til bíla sem eru virkilega skemmtilegir í akstri. Ég tek eftir því að maður sest hérna aftur í að það opnast alveg ágætlega hurðarnar á allan hringinn á bílnum. Það er fínt að setjast inn hérna og ef maður pælir aðeins í fótaplássinu hérna þá er það bara eins og maður sitt í lúxussal í bíó og pluss það að það er hægt að setja fæturnar hérna undir sætið þannig að maður getur lengt aðeins fótaplássi með því. Hins vegar, ef maður setur svona þá er batterið að segja til sín, gólfið er aðeins hærra í þessum bíl sem þýðir það kemur hérna smá horn á fæturnar en á móti kemur að bakið og rassinn þrýstist mjög vel hérna í bakið á sætinu og það er mjög bara þægilegt að sitja hérna. Seturnar mættu vera aðeins lengri hérna. Ég meina það er alltaf ákvörðunaratriði hjá bílaframleiðendum hvort að sætið á að vera lengra og minnka þá plássið eða þá að hafa það aðeins styttra. Ég meina hversu löng ferðalög ert að fara á þessum bíl á þess að standa upp. Þetta er alltaf matsatriði. Nú hér aftur er allt sem sagt að unnið með miklum sóma eins og maður þekkir í þessum bílum. Sætin eru með veganleðri hérna, einhverju svona pleðri og það stendur mér hérna að þetta sé sem sagt náttúruvænt microtech efni og hvað fer mikið af sem sagt koltvísýringi í að framleiða þetta og 100% fossil-free PVC. Þetta er bara standardinn hjá Polestar. Þeir eru bara með endurvinnanlega eða endurunnin efni í innra rýminu og eins mikið í framleiðsluferlinu og þeim gefst kostur á. Og hér er síðan hægt að taka niður armpúða og sjálfsögðu eru síðan einhverju svona dósa flöskuhaldarar hérna. Og hérna er síðan svona skíðalóa sem sýnist ekki vera að opna hérna innanfrá. Það var að gera það hinum megin. Ég held ég hef aldrei sett skíði í bíl en ég hef keypt kústskaft og þá er gott að hafa þetta ef út í það er farið. Og hérna fyrir fram að mér ég sé með alveg rosaflottan lítinn skjá sem að sýnir mér hérna á skjáinn fyrir leiðsögukerfið og hérna er síðan hægt að stilla ljós og þurrkur og hér er ég bara með ítið þessu einu sinni niður og þá er ég komin í sjálfkeyrandi akstur. Það finnst mér, þú þarft ekki að fara inn í skjáinn eða neitt til þess að fikta neitt í því. Stýrið er lítið og nett, það er nóg pláss hérna en hérna er alveg nóg pláss fyrir fæturnar og í Polestar 4 er það alveg frábært. Þessi bíl hérna er með risa skjá hérna fram í, ekki ósvipaðan bara í Tesla, nema hann liggur svona langsum. Hann er með Google stýrikerfi sem er mjög einfalt og þægilegt. Það þarf ekkert að liggja neitt yfir þessu til þess að læra á þetta, maður bara fiktar aðeins. Skjáir er undir högg að sækja núna því að það er alla stýringar í skjáum og ég tala nú ekki á Teslunni, þá getur ekki gert neitt nema að fara inn í skjáinn. Og með 2 takka inn í stýrinu og eitthvað svoleiðis. En þú ert jafnvel með gírskiptinguna í skjá sem er svona lala. Mér finnst það ekki þægilegt en ég get alveg lifað með því. Auðvitað þegar þú kaupir nýjan bíl þá þarftu að venjast honum og þú þarft að læra á bílinn. En hér er það ekkert stór mál. Skjárinn er opinn og sveigjanlegur og kerfið er tiltölulega einfalt. Hins vegar er alveg ágætt að hafa takka hér og þar í bílum eins og til dæmis Toyota er bara með takka. Hefur verið með það frá því
1950 og er greinlegt að breyta því.